Já, takk fyrir. Forseti Íslands, kæru gestir. Mér langar að þakka fyrir þennan mikla heiður sem er veittur hér í kvöld og ég er óendanlega þakklátur fyrir það. Ég vil einnig þakka öllum sem hafa stutt mig í þessu ævintýri sem er rétt að byrja, fjölskyldu minni, vinum, útgefanda og hönnuði bókarinnar og öllum sem gerðu þetta mögulegt. Þessi verðlaun eru ekki bara mikil viðurkenning á mikilvægi þess að skrásetja lífshætti á norðurslóðum. Lífshætti sem nú taka hröðum breytingum vegna hlýnunar loftslagsins. Heldur eru þau einnig hvatning til að halda verkinu áfram og ljósmynda þær breytingar sem óhjákvæmilega munu verða í þessum heimshluta í náinni framtíð. Það gerist víst ekki af sjálfu sér. Sumir hafa áhyggjur af því að veiðmannasamfélög og smærri byggðir leggist hreinlega af, aðrir sjá ný tækifæri. Það má ekki gleyma því, lífið heldur áfram. Mér langar að tileinka þessari bók fólkinu á norðurslóðum, hún er óður til þeirra. Þær miklu breytingar sem nú eru að gerast á norðurhveli jarðar eru og munu verða eitt stærsta mál sem mannkynið stendur frammi fyrir. Loftslagið breytist hvergi hraðar en í norðrinu, hlýnað hefur 3 sinnum meira á norðurslóðum en annars staðar á jörðinni undanfarna áratugi. Breytingar á norðurslóðum eiga erindi við alla jarðarbúa því að það sem þar gerist hefur keðjuverkandi áhrif á loftslag allan heim. Fólkið sem býr á norðurslóðum á næstum engan þátt í þeim breytingum sem eiga sér stað, heldur stærri þjóðir sunnar á hnettinum. Norðurslóðir eru eins og ísskápur jarðarinnar, hitastillir sem hjálpar til við að gera hitastigið á jörðinni bærilegt. Við erum að glata þessum ísskáp. Því miður virðist sumum vera alveg sama, segja að svipaðar hitabreytingar hafi gerst áður og við ættum bara að fagna því að geta verið á stuttbuxum á Íslandi. En þetta er ekki alveg svona einfalt. Ef golfstraumurinn hægir á sér þá þarf klárlega að fara í síðbuxurnar aftur, því þá mun kólna verulega hérna hjá okkur. Ég held að allir sem eiga börn og barnabörn vilji geta horft í augun á þeim þegar spurningin kemur, afi og amma, af hverju gerðu þið ekki neitt? Það þarf stöðugt að upplýsa heiminum það sem er að gera, skrásetja lífið á norðurslóðum í myndum. Að skrásetja lífið í norðurslóðum er mitt framlag. Íslenskir jöklar munu halda áfram að bráðna vegna þeirra hlýnunar sem nú þegar hefur átt sér stað og því miður virðist ekki vera hægt að bjarga þeim á þessu. Ef svo heldur fram sem horfir munu þeirra mestu hverfa á næstu 150 til 200 árum. Í fyrramálið fer ég til Skorupssunds á Grænlandi. Ég fór þangað fyrst fyrir rúmum 30 árum. Þá var hitastigið þar í -25 gráðum. Í morgun og síðustu daga hefur það verið í kringum -1 gráðu. Góðu vinur minn sagði við mig daginn þegar við vorum að ræða þessi mál, hvernig væri ef helstu þjóðarleiðtogar heims tækju upp kjörorðið The Arctic First eða norðurslóðir fyrst og myndu leið þjóna hagsmunum alls mannkyns og koma sér í hóp merkustu leiðtoga heims. Það er nú ekki svo slæmt kjörorð. En nú aftur, ég vil þakka kærlega fyrir mig. Ragnar Axelsson er hingað kominn. Hann fær Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir, í flokki fræðirita og bóka almenns eðlis fyrir bókina Andlit norðursins. Þetta er gríðarlegt safn ljósmynda frá Íslandi, Færeyjum og Grænlandi. Eiginlega svona kórónan á þínu ævistarfi. Hvernig er að fá svona þennan heiður? Það er stórkostlegt. Þetta gleður mig mjög. Þetta er mikið viðurkenning á þessu starfi að hafa verið í 30 ár og bara að svona, já, og er svona ákveðið statement fyrir mig að fá ég má segja að gera eitthvað að viti norðurslóðir. Þessi bók er afrakstur 30 ára og þetta er svona eins og svona stórt yfirlit yfir það sem þú hefur verið að gera. Já, þetta er svona 30 ára pluss saga svona aftur á bak og þetta er svona eitt þrep kannski stiga því ég er ekkert hættur því að það er svo mikið að gerast og mikið að breytast og nú er ég að halda áfram og taka öll heimskautalöndin upp á nýtt og gera enn stærri bók. Þú ert að fara að mynda í öllum heimskautalöndunum, segir? Já. Og ég er að fara til Grænlands í fyrramálið að mynda Skorupssund. Ég fór þar fyrir 30 árum. Bara svona sem dæmi að þá var 25-30 stigi frost í mínus í þorpinu. Nú er -1 gráða, þannig að það er mikið að gerast og ísinn er lélegur og veiðimenn, ég ætla svona að sjá hvernig veiðimönnum leiðir af núna sem ég fór með þá. En ætlarðu svo að taka hvað, Síberíu og Kanada og... Já, ég ætla að fara á öll lönd. Ég var í Síberíu, fór í Síberíu 2 ferðir í
í síðasta ári og sá allt hvað var að gerast þar á túndrunni og hvernig hún er að bráðna eða svona þar að myndast holur út allt og sífrerun eða metangas að leysast úr læðingi og ég myndaði hreindýrayrðingjana þarna á túndrunni og svona fylgdist með þeirra lífi sem svona undanhaldi líka eða breytast. Krakkarnir fara í skóla og vilja ekki vera aftur og koma aftur tilbaka og lifa í tjöldum allt sitt líf. Þannig að það eitthvað sem mun breytast í framtíðinu. Ég svona að reyna að eltast við svona, þetta svolítið fallegt mannlíf en ég svona að reyna að skrásetja þetta mannlíf á í öllum þessum löndum og blanda saman við veðuröflin og náttúruna og dýrin, fólkið. Þetta náttúrulega, þú talaðir umhverfismál í ræðunni þinni núna áðan og þú talar að þarna sé þú talar norðrið sem ísskáp jarðarinnar sem síðan sé að hættur að virka. Já, norðurslóðir eru eins og ísskápur jarðarinnar, hann er á undanhaldi og hérna að bráðna þetta við heldur svona að þessi bærilegur hiti á allri jörðinni, þannig að það er svona ákveðin það verða mikla breytingar í framtíðinni bara ef að ísinn fer. Þannig að það er svona vá fyrir dyrum sem er alveg vert að gefa gaum og hugleiða. Við kannski gerum það ekki nóg, ekki að segja hjól eiga að stoppa eða neitt svoleiðis, en þetta er áhugaefni og vísindamenn eru nánast sammála hvað er að gerast. Þannig að þetta er svona og hérna þetta er svona ákveðið svona kapphlaup við tímann fyrir mig að ná að mynda þetta áður en að þessar breytingar og fylgja þeim eftir eins lengi ég get. Já, íslensku jöklarnir verða horfnir eftir 200 ár. Ef heldur sem horfir þá verða þeir horfnir eftir 150-200 ár og hérna, það er engin leið að stoppa það. Þetta er bara út af hlýnun sem orðin er nú þegar. Sko, mér langar að sýna brot úr einslagi sem við gerðum hérna fyrr í vetur. Við fórum í fjöruna við hérna Reynsand og við vorum svo ánægð með myndirnar sem við tókum. Kíkjum aðeins á þetta. Okay. Þú varst sem strákur í sveit á Kvískerjum í Öræfum hjá þessum merkilegu systkinum og ég meina þau voru vísindamenn og guð má vita hvað. Já, þetta lagði eiginlega svona undir grunninn að öllu sem maður hefur verið að gera síðan. Maður upplifði þetta fólk í sveitinni, þetta var mjög skemmtilegt fólk og sérstakir karakterar, sérstakir andlit og ég var með myndavél 10 ára gamall að mynda meðan þá á selveiðum og öðru. Byrjar áhugið minn á því að skrásetja það ómeðvitað þannilega eins og þroskast maður en þetta var allt í grunninn að öllu sem koma skyldi síðar. Sko, þessa myndi tókstu sem barn. Já. Þetta er alveg sami stíll og síðar, þú hefur verið undir. Ég hef ekki þroskast. Nei, þetta er ótrúlega. Já, þetta var svolítið gaman. Ég hef aldrei búið það til, sko, þannig að fyrir nefnum þegar þú baðst mér að gera þetta, þá var ég eiginlega að sjá þetta af filmunum og búið það til eiginlega í svona, fyrsta skipti, ég bjóða til þegar ég var yngri en ég hafði ekki séð þar í mörg ár. Þannig að það var svolítið gaman og magnað að sjá þetta og þetta svona leggur grunninn að því sem maður myndar í dag. Ég er ótrúlega þroskað af ungum dreng að vera að taka þessar myndir. Ég er mjög seinþroskað en þetta hefur virkað þarna. En segðu mér, það er eitt sem er kannski aldrei spurt um í svona þætti, það eru græjurnar, þú veist. Þú eru mikilvæg græjur, hvaða græjur ertu með og hvernig er að nota svona græjur í svona miklum kulda? Ég hef oft veltið fyrir mér hvernig það hefur verið fyrir geimfarinn að vera á tunglinu. Þú ert í einhverjum búning og með svaka hanska. Þetta er svolítið eins, þú ert með svaka vettlinga og bara vesenið við að skipta filmur áður það var allt einhvern veginn vesen í þessum kulda. Það er bara vesen. Og síðan hefur það breyst, filmurnar voru að brotna í kuldanum og það var vandamál. Síðara tíma vandamál þegar maður fer í þessar digital myndavélar þar sem maður með þessi batteri þá er maður allur útdataður í batteríum innan á sér og sefum batteri því að þau eyðast svo hratt í kuldanum. Þannig að þetta er alltaf eitthvað vesen en það er rosalega gaman að eftir á og allt gengur upp og það væri ekkert verði í þetta ef það væri ekkert vesen. En þetta er svona að mynda þarna er svolítið eins og að mynda með boxhanska. Maður fer ekkert úr vettlingunum lengi og bara hendurnar á manni bara frjósa. Þannig að
þetta er einhvern veginn eitthvað, ég held að þetta sé eitthvað það erfiðast sem hægt er að gera, það er að mynda í miklum kulda. Ragnar, þú gerir það með miklum ágætum. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn.